gaman að fá þig í heimsókn. Bara takk fyrir boðið. Hvar er að byrja? Þegar við spjölluðum í síman þá fórum við að tala um Eckhart Tolle. Akkurat. Og byrja þar eða? Fara beint á dýpið. Algjörlega. Tolle maður, hvað viltu vita? Hvað var það? Mér er bara áhugavert af því að það er svona, hann er náttúrulega máturinn í núinu, Power of Now, er svona, ég veit ekki hvort það sé sú bók sem mér finnst að flestir hafi lesið þegar þeir eru einhvern veginn svona tilbúnir til þess að fara inn í einhvers konar smá andlega vakningu. Finnst þess að þessi bók hafi haft áhrif á alveg ótrúlega marga, sko. Já, algjörlega. Sjálfur það byrjaði ég á að lesa Nýja jörð, New Earth. Og til þú fyndi með þessa bækur, ég held að fara eftir hvaða bók þú lest fyrst, hvort þú lest hana eða Máttinn í núinu, hvaða bók nærði þér betur. Og að þetta er náttúrulega mjög svipaða bækur í rauninni, sko. En eins og fyrir mig, þegar ég las Nýja jörð fyrst, þá var það alveg svona, það setti bara allt í samhengi, sko. Það setti mjög mikið af svona mínum upplifunum og svona hugmyndum bara lífið og hver maður væri. Þetta svona komið algjörlega nýtt sjónarhorn á allt saman, sko. Og en á sama tíma þá er líka svo magnað að ég var algjörlega tilbúin í að fá þessa bók inn í lífið mitt og það hafði verið, ef mér leið svona eins og ég hafði verið með hana bara í sko maðunum í einhver ár áður en ég las hana. Mér leiði svo ferlið sko sem að einhvern veginn, mér leiði svo ég hefði verið í einhverju ferlið sem að varð svo skýrt fyrir mér þegar ég las bókina að ég hefði verið í þessu ferli og verið tilbúin í svona breytingar, sko. Mér sko báðar þessa bækur, af því nú ég skrifa nokkra bækur, hann er ótrúlega góður í að einhvern veginn bara setja þessa hluti á ótrúlega mikið mannamál, þannig að þegar ég var ekkit síður hrifinn að Nýrri jörð, sko. Mér fannst hún alveg frábær því þar er hann setja þetta náttúrulega í kollektífa samhengið og hvort að mannskepna sé tilbúin í bara næsta þróunastökk og allt þetta sem ég er mikið búin að vera að hugsa núna, sko. Erum við kannski mjög nálægt einhvers konar þróunarstökki af því við erum að horfa á allir þessa hvað ég að segja, svona innan gæsalappa destruction, bara allir þessi stríð og þá hugsa maður, þú veist, er þetta þannig að þú veist, það er dimmast áður en að sólin kemur upp. Það er ekki pæling, sko, bámar. Nei, í alveg, það geti alveg verið, af því að, jú, þetta er náttúrulega áhugavert, þetta tal, sko, Tolle í Nýrri jörð sko, þetta næsta stökk og hvort að þetta nýja jörðin sé einhvern veginn að fara að koma, sko. Maður spyr sér samt alveg líka, sko, jú, vissulega, þessi bók, hún er náttúrulega rosalega víðlesið, hún er ótrúlega vinsæl, sko. En ég spurði mig alveg svona, en að ég maður tekur undir, kannski ég bara komið að þessu svona kollektífa uppgreiti, sko, en eru allir sem eru tilbúnir að lesa þessa bók, fólk alveg tilbúið, nær hún þessari dreifingu, nær þessi innan sviða hugmyndafræði, skilurðu, nær hún flugi, mun fólk skilja þetta? Ég verð svo vanmáttugur þegar ég mitt fer að hugsa stóru myndina og maður fer maður er búin að ferðast út allan heim og maður horfir á sér, sko, 20 milljón manna borgir, það sem er bara rosaleg fátækt og eymd og erfileikar og svo er allir sér stríð en þá hugsa maður mitt, sko, hugurinn mann svo heilinn vill geta skilið þetta og þá er það betur hvernig ósköpunum ætti þetta geta verið að verða betra ef þetta er svona vond. En ekki mitt evolútionary stökkið kemur frá öðrum stað heldur en að því við erum búin að byggja allar þessar borgir, við erum búin að gera allar þessar tækni og það er svolítið testament hvað hugurinn okkar hefur komið okkar langt. En ef við eigum ekki að tortíma okkur sjálfum, þá held ég að næsta þróunastökk hljóti að verða að koma frá okkur öðrum stað. Að því hugurinn er líka það sem er að búa til græðkina og við finnum alveg fyrir þessu núna þegar við búum aftur við kjarnorku, skilur, og þá er maður einmitt svona það er engin trúið að það myndi gera. Hvað er næsta stökkið, skilur, hver er þróunin, sko. Þetta er ekki sustainable eins og þetta er núna allavega til lengdar.
maður hélt einhvern veginn að sko kjarnorkuváin væri farin með kaldastriðinu sko. Já. Manst þú, hvenær ert þú fæddur? Ég fæddi 78. Þannig að þú hefur kannski náð í svona skottið af svona Sovjet-hræðslunni. Já, það er svona fundurinn á milli Reagan og Gorbachev er örugglega þegar ég er 6 ára eða eitthvað. Já. Og maður man svona óljóst eftir þessi mitt, einhvern veginn, hvernig það verða aðeins bjartari tímar þá, sko, þegar að einhvern veginn þessi svona undirliggjandi vá var búin að, ekki það, ég var náttúrulega bara barn, sko, og það er gott að pæli því, hvað þess er eitthvað sem ég er að mun og hvað þess er eitthvað sem ég hef bara lesið eða kynnt mér eftir á, sko. Ég sko, já, þessi tímar og sko, fólk sem er á þínum aldri, eins og þegar ég bjó í Þýskalandi, þá vorum við með umboðsmann og hljóðmann sem að túraði með okkur, sem er Drop Steiger, fæddur á svipuðum tíma þú, og hann sko ólst upp í austur Þýskalandi, sko, og það er eiginlega ótrúlegt að heyra hann tala það, sko, og hvernig stemningi var þar, búið að breytast hratt, og það er, þið eru ekki gamli kallaði, sko, það er alveg stutt síðan að hlutinni voru mjög stutt, mjög skrýtnir, sko, og skakkir. Ég man alveg eftir því, sko, þegar það er á forsíðu Moggans, þegar að sjá Sesku drepinn hann í Rúmeníu og einmitt þetta er að falla hvert á öðru, sko, og Sovjetríkin er að líðast í sundur og allt þetta, ég man það, sko, þá hef ég örugglega verið orðin 10 ára eitthvað. Magnaður maður. Já. Hvað með tímanu sem þú ert að alast upp að því þú talaði líka Kárahnjúkavirkjun með mig í síman. Það er yfir fyrir mig á Kárahnjúkavirkjun. Ég var alveg búin að steingleyma því fyrirbæri bara. Já maður, það er sko ég myndi segja að Kárahnjúkavirkjun hafi móta úlingsára minn svolítið mikið, maður. Því ég pæli því, sko. Ég náttúrulega, pabbi minn tala portugalsku. Ég tala portugalsku. Og pabbi vann, sko, sem trúnaðarmaður starfsmanna þarna fyrir austan. En hann hefur alltaf verið svona einhver leiti andófsmaður, sko. Þú veist, hann hefur alltaf farið gegn strömmnum, myndi ég að segja, svona. Þú veist, það var handtekinn hennar í ófáinsinnum í stúdentamótmælum, bæði í París og hér á Íslandi. Og þannig að það var allir merkilegt fyrir að svona magnað og mikil upplifun fyrir hann að fara að vinna sem einhver svona talsmaður verkamanna við Kárahnjúkavirkjun, að þetta var náttúrulega alveg vont, sko, og það slæmar aðstæður mjög slæmar sem að þeir byggu við þessi gaurar, sko, og það náttúrulega litaði svona mikið að mótaði mína mynda af Kárahnjúkavirkjun. Ég fór þarna einu svona 2 og þetta var ekki næs, sko, en svo náttúrulega Hvað var þá ekki næs við það? Bara að sjá aðbúnaðinn, sko, þú veist, þetta er smá bara sem að vera sendur í gúlagi eða eitthvað, skilur. Þetta var bara ekki næs, þetta var ekki gott fyrir fólk að vera að vinna þarna og þetta var hættulegt. Já, náttúrulega, ég veit ekki hversu margir létust, en það var einhver tala, sko. Það var einmitt það sem ég var að hugsa, sko. Það voru einhverjum sem létust um það. Já. En þessum tíma þá var ég í hóp sem hét Snarrót. Man ekki alveg hvað það var. Okay. Og við vorum svona skipulega mótmæli gegn Kárahnjúkavirkjun og Landsvirkjun. Og það var alveg þannig, þetta var svo fyndið að ég er svona bæðið á þessum tíma, þá var þetta svona stóðið súrrealist, maður var að mæta fundi í Kaffi Hljómalind og maður þurfti að taka batteri úr símanum og simkorti úr símanum ef einhver var að hlera, og þetta var allt svona smá, maður var ekki viss hvort þetta væri, sko, einhver paranoia eða ekki. Svo kemur þetta ljós svona síður árum, þetta var ekkert paranoia, það voru mjög, sko, harða lögreglu aðgerðir gegn mótmælendum og miklar svona rannsóknir gegn mótmælendum í kringum Kárahnjúkavirkjun. Alveg rétt, þetta er að rifjast upp fyrir mig bara núna, þegar við erum að tala um þetta, sko. Ég var í fréttunum, ég var að byrja í fréttunum þegar
það var sko. Það var náttúrulega flugumenn, það var okkur breskur gauður sem að gekk í hóp mótmælanda sem var bara breskur undercover lögreglumaður og státt í ástar samböndum við aðra mótmælendur. Í alvöru? Já, þetta var alveg rosa mál að búið að vera svona fletta ofan á þessu núna síðustu ár. En já, maður tók alveg sirpu þarna í mótmælum gegn Kárahnjúkavirkjun og svona áliðnaðinum. Ég reyndar alveg mildast doldið í minni svona afstöðu gagnvart, þú veist, landsvirkjun sem dæmi. En ég ekki virkjana sinni. Veist, þessi iðnaður áliðnaðurinn og rafmagnsiðnaðurinn í Íslandi náttúrulega spes fyrirbæri og núna mikið verið að tala skiluru skort á raforku sem dálítið heimagert vandamál, veist, ég veit ekki hvað heimilin nota mikið háa prósenti af raforkunni en það alveg ótrúlegt magn sem fer í að grafa bitcoin og halda uppi þú veist, VF-hýsing og annað og það svona væri smá synd að halda áfram að virkja mikið til þess að gríða fram einhvern iðnað, sko. Man finnst þetta kannski hljóma eins og klísja en einhvern veginn ef við værum að einhvern veginn byrja þetta upp á nýtt væri það einhvern tímann góð hugmynd að fara í hann áliðnað. Ég ekki viss, sko. Þetta náttúrulega flókið og ég sem vöruhönnur þá ég mjög hrifinn af áli sem efni og þetta mjög mikilvægt efni, þetta algjörð svona grunn þetta málmur sem við notum til þess að reka samfélagin okkar. Þannig þetta smá flókið og að því leitinu til að þetta veist, við hvað íslenska orðið við sko, we rely on this við við þurfum á þess að halda. Já, við bara, eins og segir, samfélagið okkar sem rekið á þessum málmi, sko. Samgöngur og annað. Þannig að það mjög flókið að segja nei, við hefum ekki verið með hennan iðnað hér þar sem við getum framleitt álið á vist vænni máta en gert á mörgum öðru stöðum. En þetta samt alveg iðnaði sem að maður getur líka sagt alveg grímulegst að hann mengandi, en það kannski líka bara, þú veist, hluti lífsins, hlutir flóknir, skilurðu. Mér finnst ég heyra á þér að tala um, þú sagðist það mildast, sko. Hvað ertu gamall þegar þú ert byrjaðar að mótmæla þarna og þú segir pabbiðin hafi verið andófsmaður. Mér finnst mjög heilbrigt þegar ungt fólk, þú veist, það kraftur í þér þegar þú ert ungur og þú mótmæli kerfinu og allt þetta, en svo tilhneigingin ofta fólk mildast með árunum. Já, algjörlega. Ekki það að þú sér gamall maður. Nei. Sko, þetta frá 2005 til 2008 sem að maður var svona mest í kannski svona skipluðum mótmælum. Þetta frá því ég 13 ára. Já, byrjar alveg snungur. Já. Og þetta náttúrulega stemningi líka í miðbænum á þessum tíma þannig að fólki sem að býr í miðbænum ekkert eitthvað beint mjög efnað. Þetta mikið listamenn og svona bóheimar og börnin þeirra í Austurbæjarskóla. Þannig að maður var ekkert einn þetta. Það var alveg svona sterk hreyfing á álingum í skólanum sem maður var að svipuðu með, sko. Hafði það áhrif á þeim og segir að pabbiðin hafi verið svona andófsmaður. Líður eins og alveg frá þú ert barn hafi haft í þeirri mitt svona eitthvað uppreisna stemningu þegar? Já, sko, málið það að pabbi hann skrifaði sem dæmi fyrstu bókin Sævar Síselski og þetta bók sem að þetta fyrsta skipti verið að tala Breiðavík og svona náttúrulega bara farið yfir þessa sögu hans Sævar Síselski og hann fer og hittir hann í fangelsinu og var að skrifa þessa bók og fylgist þess að vel með Geirfinnsmálinu Guðmundur Geirfinnsmálinu og þekkir að frá aðtilu í Netflix myndinni það eru viðmælandi þar, sko, og hann strax frá því að ég mjög ungur þá maður mjög meðvitaður kerfið, skilur, og að kerfið geti verið einhvern veginn
það sé hægt að beita kerfinu gegn fólki og maður fekk þetta kannski dálítið ómeðvitað maður var ekkert eitthvað endilega það var ekkert verið að mata þetta ofan í mann en maður áttaði sig á þessu hægt og rólega þegar Sævar Sísalski að koma í heimsókn og maður barn og náttúrulega var alltaf meira tekin með hverju árinu sko en svona, þegar maður fer og fattar þessa sögu, já, hann var hérna ranglega dæmdur og þetta fer inn í undirmeðvitundina og þetta mótaði mjög mikið bara hvernig maður einhvern veginn upplifði kerfið og lögregluna og annað og svo var ég líka sem unglingur mikið að graffa og þar upplifði maður líka svona kannski annað svona sjónarhorn á lögregluna maður þekkti þetta stráka sem voru kannski graffarar og lendi í áflögum við lögregluna og voru bara lendi illa í því og svoleiðis þannig að maður var alltaf með varan á gagnvart kerfinu sko. Mér finnst þetta sko vera ég veit ekki, ég er mikið búin að hugsa heimsmynd fólks og mér finnst eins og sé mjög stór hundraðsluti fólks sem með þá heimsmynd að það sé meitt eitthvað svona fallegt ríki sem að hugsa okkur af því þú ert að tala kerfið. Ég hef verið svona síðan ég var barn einhvern veginn með svolítið svona andof gegn kerfinu. Ég veit ekki, ég hlustaði mjög mikið á hip-hop þegar ég var unglingur og það var náttúrulega NWA og allt þetta dót og einhvern veginn bara þegar ég fór að skoða mannkynsöguna þá það sko herir, lögreglur og yfirvöld sem að hafa drepið langflesta. En einhvern veginn hugmynd mjög margra þannig að kerfið að vernda okkur fyrir einhverju vondu fólki í staðinn fyrir að við séum alltaf að vakta kerfið og þá sem að stýra kerfinu og þá sem komast í valdastöður í kerfinu. Algjörlega. Algjörlega maður og ég veit ekki, ég kannski fatt það núna, þetta kannski ekki eitthvað sjónarhort sem allir allast upp með, mitt sjónarhort sko. Ég held ekki. Nei. Ég var aldrei pælt í því áður sko. en já maður eins og segir, það náttúrulega mikilvægt að hafa aðhald gagnvart allir valdbeitingu sko. Og ég held að það sé mjög heilbrigt fyrir alla sem að vilja búa í góðu samfélagi að hafa einhvern ákveðna svona fjarlægð og ákveðið aðhald gagnvart þeim sem að meða beita valdi. Minnst kerfið að því það oft þegar að fólk fer í að gagnrýna, bara eins og til dæmis í COVID-aðgerðanum með eitthvað, þá mjög fljótt bara ok, þetta einhver samsæriskenning eitthvað svo leis og þá og fólki sem fer þangað dálítið ofta einhvern veginn að tala að það sé eitthvað vont fólk sem á bak við þetta. Ég sé þetta miklu meira þannig að kerfið verður eitthvað svona sjálfala skrimsli og ef það ekki verið að vakta kerfið þá það bara á leiðinni í eins og til dæmis bara að horfa á heiminn eða hinn vestræna heim í heild, þá kapítalíska kerfið á ákveðin hátt það bara innbyggt í það að hagvöxtur verður að fara upp og Excel-skjölin verður að vera að fara upp og ef við erum ekki að vakta kerfið þá það bara á leiðinni í eina átt sko. Hvernig sér þú þessa hluti? Sko, já þetta náttúrulega áhugavert og ég kannski mikið pælt í þessu svona síðustu ár sem vöruhönnur að einhvern veginn eins og núna á Íslandi hönnunarnám á Íslandi það snýst einmitt öllu leyti, eða svona fólk sko, ég byrja upp á nýtt, hönnuður á Íslandi eru hræddir við að framleiða hluti af því að við búum við kerfið þar sem að ef þú ert með einhvern business þá eiginlega ætlast til þess að það sé alltaf einhver vöxtur í gangi og eins og hlutinir eru settir upp núna þá ósjálfbært að þú veist framleiða vörur, búa til vörur í rauninni sko. Fyrst fólk upplifir að af hverju ætti ég að framleiða enn eitt stól þegar það eru tilskiluru milljarðir stóla í heiminum og ég bara einhvern veginn að skilja að búa til eitthvað stórt kolumnisfótspor og það sem gerist í til dæmis þar í þessu dæmi að Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.